Þetta verður í Aþenu á Ólympíuárinu. Það er alltaf svona skemmtilegt mót, Evrópumótið á Ólympíuári. Þá eru menn svona þessi stóru lið að hérna svona negla saman nákvæmlega hvaða keppendur eru ætla að nota og mjög oft sama liðið sem fer á Evrópumótið og Ólympíuleikana, þannig að margir til dæmis dómarar sem ekki valdir að dæma Ólympíuleikana langar mjög að dæma Evrópumótið á Ólympíuári þar sem öllu tjaldað til. En nú fáum við sterku strákana í hús. Fáum fyrst Arthur Avestian. Avestian oft verið í úrslitum, sjaldan fengið verðlaun eins og þessi maður frá Aserbaídsjan, Nikita Simonov, mjög oft með okkur en sjaldan á pallinum. Svo fáum við þriðja inn rússneska meistaran á hringjónum sem við vitum í rauninni ekki neitt mikið hvað getur, Vakan Davtyan. Hann hefur líka fengið 3 sinnum bronsverðlaun á hringjónum. Sahakian frá Þýskalandi kemur mjög óvænt inn í þessi úrslit. Nýr í þýska liðinu og nýr á þessum mótum. Svo kemur Courtney Tulloch sem hefur verið mjög oft fengið verðlaun bæði á heimsmeistaramótum og Evrópumótum á hringjónum. Svo er það Harry Epworth sem var á gólfinu með okkur áðan með bronsið, kominn inn á hringina. Svo er það Eleftherios Petronias sem er alltaf með okkur og eiginlega alltaf í verðlaunasæti. 7 eða 8-faldur Evrópumeistari, 3-faldur Ólympíu verðlaunahafi, meðal annars vann hann gullið í Ríó. Greinilega stefnir ótrauður á að fara á næstu leika. Hæstur í Evrópu en einstaka sinnum eru það nú Kínverjarnir sem sigra hann. Hérna sjáum við Arthur Davtyan, hérna sjáum við á sem er bróður Vakan Davtyan, verður með okkur á stökkinu á morgun. Þannig að Armenar eru komið 2 verðlaun og gætu fengið 3 í viðbót ef þeir fá allslem. Við hefum séð til dæmis að Armenarnir sem eru nú svo oft með okkur í úrslitum að þeir stundum gera bara sama og ekki neitt á hringjónum í uppbytuninni. Kannski bara hanga aðeins og detta og hoppa svo niður. Mjög misjandi hvað þeir gera mikið. Sem að vill, svo lengi sem það taki ekki meira en 50 sekúndur. Við viljum aðeins finna þessar erfiðu stöður og það sem þau þurfa að gera til að fylla upp í kröfu dómarana, þeir þurfa að gera að minnsta kosti eina styrkæfingu. Það er einn svona sveifla í styrkja sem hann gerir þarna. Þeir þurfa að gera flókna sveiflur, að minnsta kosti einu sinni sveifla í hans stöðu og svo þurfa þær að gera flókið afstök og þeir mega ekki gera nema 3 kraftæfingar í röð. Þá þurfa þær að fara að gera eina sveiflu. Þá verður að vera visst erfið, það má ekki gera axlaveltu eða eitthvað slíkt. Það verður að vera æfing, C-æfing eða meira. Og fáum fyrst Arthur Avestian. Avestian heitir hann víst. Hann hefur fengið einu sinni brons á Evrópumóti, það var í fyrra. Hann er eins og þeir flestir Armenarnir gerir bara hringina. Við hefur oft verið rétt á eftir verðlaunahöfunum. 28 ára gamall frá Jerevan í Armeníu. Sjáum við
byrja flestir á sloknum styrtæfingum. Mega endurtaka loka stöðuna hverja og einu sinni svo lengi sem þau koma á mismunandi hátt inn í hana. Mega ekki gera hana í þriðja skiptið og ekki gera hana fara eins í hana, þá telur hún einfallega ekki. Og svo þurfa þær að stoppa í minnstakosti 2 sekúndur til að fá ekki frátrátt fyrir að stoppa of lítið. Jó, þarna kemur músíkin og eru bara fljótir að hitta upp. Kominn í 4. sætinu Artur Davtyan. Nei, Artur Avestian, fyrirgeði. Davtyan er á morgun. Mjög þétt á þeim. 0,3 frá fyrsta niður í 8. mann. Hér getur allt gerst, byrjar hérna. Azarjan beint í flugvél og svo aftur í flugvél. Þriðja kraftæfingin er Azarjan beint í kross. Heitir einmitt eftir armenskum fimleikamanni. Þá verður hann að fara í eina góða sveiflu. Hann gerir örugglega hér. Seinni flugvélin sem hann má gera. Og seinni stuðningsvoginn. Örugglega hér í hans stöðuna. Með tvöfaldri og frábær lending. Það er síðan gerur þetta frábærlega og alveg pinnelti afstökki sitt núna. Fær þarna 0,1 í bónus fyrir að hreyfa ekki fæturnar. Og það getur munað í svona harðri keppni. Sterkur strákur. Olnbogarnir eru þráðbeinir og það er það sem við viljum sjá. Allan tíman, þeir bogna ekki neitt. Aftur líkamannir í hæð við hringina. Skiptir gífurlega miklu máli. Það stoppar vel. Með tvöfaldri skrúfu. Alveg, hann hreyfir fæturnar ekki neitt. Og gefa yfirdómarinn 0,1 í bónus fyrir að negla. Hann má vel við að var rétt undir 9. Í forkeppni í framkvæmdar einhver og neldi ekki alveg, hefur tekið eitthvað lítið hopp, þannig að ef maður tekur hopp upp á 0,1 þá er rauninni tapar maður 0,2 af því að maður neglir ekki og fær ekki bónusinn. Hann gæti komist yfir 9, já, 9 sléttir 14,4. Það er næst hæsta einhvern sem gefin hefur verið, bara Ilja Zaika frá Rússlandi fæk 14,466 og þá er það Nikita Simonov frá Azerbaijan. Gerði jafn erfiðar æfingar upp á 5,4. Kom 7. með 14,166. Alinn upp í Rússlandi, flutti svo til Azerbaijan og keppir fyrir þá. En það er orðin mjög mörg ár síðan. Byrjar þetta gífurlega erfiða á handstöðukrossi. Og svo flugvél hérna. Og aftur handstöðukross aðeins of hár í honum. Svona flottar sveiflur og frábærlega
Tæknilega gerð handstaða. Og svo aftur í venjulegan kross. Hlaðinn erfiðleikanum Nikita Simonov. Óbúslega beina og fína handstöðu þessi strákur. Beinu líkama einni skrúfu og frábær lending. Það verður gaman að sjá hvað dómarnir segja við þessu. Hann er ánægður og hann fær sinn 0,1 bónus fyrir að negla svona pínulítið vinklaður í seinna heljarstökkunni sem gerist nú eiginlega alltaf í þessu. Hérna fer hann í handstöðukrossin, sjá hann vefur höndunum örlítið inn í hringina. Það er bannað og aftur, já, hérna sjáðu þetta. Og líka aðeins svo hár, en það er í rauninni frábær framkvæmd, en það er eiginlega of erfitt að gera þessa handstöðukrossa án þess að vera með neitt frádrátt. Það er eiginlega bara ómögulegt. Skila góðar æfingar. Hann með 14.166. Hann pinnelti þetta líka í hólkeppninni. Sjá hérna afstökkið með skrúfu vinklar örlítið. Hvað setja pilla einn af þar. Gerði jafn erfiðar æfingar og Artur Avesian. Búm. Hakkastík. Mjög fínt. Hvað segja dómararnir? Sigurður Hrafn og félagar. Hann fær alla erfiðleikan gildan, það er engin spurning. Það er spurning hjá honum með eina eða tvær stöður sem voru aðeins svo háar. Meðan að Artur var kannski nákvæmari í sinni vinnu. Það fari gegnum tölvukerfið. Því við tómarnir að hleypa því í gegn, það sé ekki á langt á milli. Dómarnir lenda þessu. Það er ekkert í fimleikum að mér finnst eða eitthvað þannig heldur. Það er bara reglurnar að segja að svona mistök kosta svona mörg stig. 14 sléttir. 8-6, 5-3 bónus upp á 0,1. Lækka sem 0,1 í erfiðleika stíðinu. Spurning hvar það hafi verið. Kláramadurinn sem leiddi Ilja Saika, rússneski meistarinn á hringjónum. Kemur efstur inn í sínu fyrsta stórmóti á alþjóðlegum vettvangi. Spurning hvort Rússland getur bætt við enn einu verðlaununum. Byrjar eins og Simonov, en sjáðu hvað hann er beint með hendurnar út. Þetta er, ég bara held ég hef aldrei séð þetta jafn vel gert. Og aftur hér í flugvél. Þetta er ótrúleg framkvæmd, sérstaklega á fyrstu æfingunni og fer aftur í handstöðukross þar sem hann er með hendurnar beint út frá líkamannum. Og kannski einu sinni að tvisvar sé þetta svona vel gert bara frá upphafi. Pínu óöruggur hér í handstöðunni. Hann heldur áfram að hlaða inn erfiðleika. Svona á að gera flugvél þráðbeint með hendurnar beint út. Og stuðning svo svona til að bara klára þetta. Hann getur þetta allt. Og sama afstök og Simonov með pínu litlu hoppi. Raun og veru eini frádrátt, eða svona það sem mest er hægt að pilla af Saika er þessar tvær handstöður. Það eru
pínlítið fattur og pínlítið sem á ferðinni, en þessir handstöðu krossar, bara ef þið hafið séð á betur gerða, þá með þið bara hringi í mig. Það er ekki hægt að gera þetta betur. Að segja þegar Símonov gerði sína að það væri óréttlátt hvernig þetta væri dæmt, en Saika er ekki sammála því. Það er hægt að gera þetta eins og myndin í dómarabókinni. Stoppa vel og lengi. Já, þetta er ótrúlega. Gera hann hérna, Jónasson beint í hans stöðu sem hækka gildið á æfingunni og svo afstökkið aðeins lágt og vinklað. Það eru hans stöðunar og afstökkið, en kraftaæfingarnar voru ótrúlega vel gerðar. Það byrjar hans vinklar og endar vinklaður. Það er að taka smá hopp. Það getur enginn gert þessar kraftæfingar betur heldur en Ilja Saika. Sjá hérna, hann hefur einmitt, hann getur gert athugasemd við upphafseinkunna, D-einkunna. Má ekki gera athugasemd við annarra manna einkunnir og ekki við framkvæmdareinkunna. Má gera við upphafseinkunn eða þessari neutral deduction, þess að fara út fyrir línu eða yfir tíma. Það er hægt að gera athugasemd við þá dómgæslu, en þú gerir ekki athugasemd við hvað hlutið er, heldur þú segir bara ég geri athugasemd, ég ákæri, og þá segir einhver ég styð eða ég styð ekki. Og til að það sé ekki verið að ákæra út í óendanlega, þá ef þetta er ekki tekið til greina, þá kostar það. Já, hann með 14-4, framkvæmd upp á 8-7. Það var þessar tvær handstöður og þessi þetta afstökk sem við hefðum vilja fá aðeins betra. Þá er það næsti Armeni. Og það vakna hann David Davtyan, þrefaldur verðlaunahafi á Evrópumótum, hefur tvisvar sinnum fengið silfur og einu sinni brons. Það er frábært verið á verðlaunapalli frá því 2016, 19, 23. Spurning hvort hann finnist að vera komin tími til að fá aftur verðlaun, kemur 7. inn. Hann er orðinn 38 ára. Hann er svona seinni partinum á ferlinum og sjáum hvernig hann byrja hérna. Beinar hendur í gegnum kross upp í stuðningsvog. Og aftur með beinar hendur upp í flugvél. Balladín eftir rússneskum fimmleika manni. Og svo aftur örlítið. Þetta hefur svona verið hans erfiðast að gera þessar handstöður nákvæmari. Flott flugvél hérna og Azarjan beint í kross. Og sjá hann opna lófana til að sýna hann sé ekki að svindla með því að vefja hringjónum inn í lófana. Stuðningsvog hér. Það eru hans stöðunar. Hann vantar örlítið upp á réttuna í öxlunum. Hann ætlaði að pinnegla. Hann vissi að hann þyrfti það. Hann byrjaði í 5-3. Það er bara að rugglast á honum og Artur Avetsian. Vesen með hans stöðunar. Við sáum eins og Símonov frá Azerbaijan. Það var svona hans helsta tricks voru þessar ofboðslega flottu handstöðu. Sjáu hérna hann er ekki alveg með axlirnar opnar. Það þarf aðeins að styðja sig við
við hérna hringina sjálfa og stögin sem upp úr þeim. Kraftæfingarnar fínar. Spurning hvort ég taki kæruna til greina. Það eru jafnir Ilja Sæka og Vetsian, en þá það einhverjum einhverjum sem gildir. Það sem gerir minna og gerir það betur. Já, pínu skúffaðir. Það ná ekki að pinnegla þetta. Símonov enda á velnanpalli með 14 og þeir taka kæruna ekki til greina. Spurning hvað þeir hafa haft út á þetta setja, hvað þeir hafi getað lækkað 0,1. Davtjan fer þá í 3. sætið og þeir eru þá væntanlega jafnir, Símonov og Davtjan. Þeir eru bæði með sömu einkunnina. Spurning hvernig. Já, þurfum þá að deila stól eða hvað? Nei, þeir setja Davtjan í 3. Spurning hvernig þetta með lendingarbónusinn. Þá við Þjóðverjan sem svolítið óskrifað blað hjá okkur. Kemur inn í 8. sæti, Artur Sahakian með 5,387 og neldi sitt afstök, fekk 14,1. Bæði verið með velum á heimsmeistara og nokkur sinnum á Evrópumótum. Þjóðverji tilbúin í sínum fyrstu úrslitum. 14-1. Stuðningsvog, með beinum hendur og aftur á sama hátt nema í flugvélina. Pínu olnbogana þarna. Og svo það eins og nokkri hafa verið ekki alveg nógu nákvæmir í hans stöðunni. Serjan Bindi Kross gerir það mjög vel. Afstök sem tvöð með beinu líkama og skrúu pínu lítið hopp. Það æfingar að flestu leyti, frábært að vera í úrslitum í fyrsta sinn. Þjóðverðir ekki oft verið með menn í úrslitum á hringjum. You were going to explain the scores. Yeah, we have to look at the score from Davtjan of Armenia, 14.00. That puts it in 3rd place. So we have to take a look at the scores. Þessa stöður hjá Artur. Það var hans staðan.
svolítið hissa hvað þeir eru margir sem eru ekki með svona nægilega góða línu gegnum axlir og neðra bakið í handstöðunni. Og svo eru þeir ofta aðeins að vinkla í mjöðmónum. Erfitt að ná þessu afstökki með alveg beinar mjaðmirnar. Það lækkar aldrei niður í vinklaða því að það er einfaldlega ekki til í bókinni. Já, 13-9 í frumraun hjá honum. Þá er það Tulloch sem ætlar að vera næstur. Aftur æfingu sem er eiginlega hættur að gera sem er svona flugvél með magan upp. Þreifaldur verðlaunahafi á Evrópumótum á hringjunum. Ekki brons í hringjónum á heimsmeistaramóti, aldrei verið í gullsætinu. Hérna Azarian beint í flugvél. Og þessi æfing er gífurlega erfið úr hangvog beint í flugvél. Fín handstaðan hjá honum. Hefði nú kannski mátt halda henni örlítið lengur. En það er einhvern veginn gilda. Við viljum sjá hvernig opna úlliðina. Hjá Courtney Tulloch. Státtur í handstöðu. Allt fyrir þessu. Það er þreyttur á sjálfsögðu. Þrefalt með milli stóru skrefi. Í Wools sem við þekkjum nú vel íslenskir fimleikamenn oft komið til Íslands. Haldi bæði æfingabúðir og námskeið. Annar þjálfari Joe Frazier. Frábær þjálfari Tulloch með fína æfingu. Spurning hvort að þessi lendingamistök verði honum að falli. Mjög fín og kraftæfingarnar. Betri handstöðu en þeir margir. Hefur verið góður eða úrslitamaður á hringjónum og stundum stökkinu áður fyrr. Geta gert svo tvíslá og gólf svona fyrir liðið eins og maður segir. Ekki fjölþrauta maður mikill í svona seinni tíð ferilsins. Hann er 31 árs. Það er spurning með þetta afstök. Bæðan missir sjáðu örlítið hnén í sundur. Ekki mikið, kannski 0,1. Þetta skref, ef þið taka 0,3 fyrir skrefi, þá er það svolítið búið hjá honum. Ef þið taka 1 og 1, þá er það séns. Dómarinn er að sjálfsögðu sjá þetta opaslega vel þaðan sem þeir sitja. Þriðja seti 14-3, 6-6. Þá Daftian fær ekki verðlaun. Setja með Simonov í 5. sæti því hann er sem sagt gerir þetta aðeins verð. Það er lægri E-engun. Það er bronsmaðurinn af gólfinu. Tvítugur. Svipaðan hátt og hinnir, beint í flugvél. Og handstöðu kross mjög vel gerður. Það er ekki alveg eins og ég sæka en mjög vel gert. Jónasson beint í fína handstöðu. Erfiðleika. Nei. Þarna gæti hann missir þarna handstöðuna, þessa æfingu. Hann fer
og gerir bara tvöfalt með skrúfu af. Virkilega svekkjandi fyrir Harry Hepworth. Alveg brjálaður, hann fer yfir í hans stöðunni í síðasta risanum. Fer meir en 45 gráður framhjá. Þá bæði færa 0,5 í frádrátt hjá dómurunum og hann missir æfinguna. Það var ekki hans eina handstaða sem sveifli hans stöðu, þannig að hann fyllir upp í þá kröfu. Þetta er allt og dýrt og svo gerir hann bara létt afstökk, veit að þetta er ekki sem sjá mig hérna, en sjá hvað hann er sterkur að ná að vinna sig aftur upp í anstöðuna. Aðeins úliðirnir inn í hringjónum í anstöðukrossinum og í flugvélinni. 0,1 fyrir það. Það sýnir okkur hann loka risa sig, hann ætlar að fara beint í anstöðuna en fer eiginlega bara alveg niður í stuðningsvog og pressa sig upp aftur. Missir hann gildið og svo gerir hann bara tvöfalt með skrúfu. Hann er ekki einu svona berjast fyrir lendingunni, hann er komið vel laun. Ábúst skúfar, hann er á stökkjunu, sjáu hérna 8,0, 4,8, 12,8, hann er nú ekki vanur að fá svona einkunn. Hann skúpa sér niður og þá er einn maður eftir og það er sá sem hefur fengið flest velun af öllum á hringjum frá upphafi held ég bara. Það er Petronias, Elefthinias Petronias frá Grikklandi. Þeir fengið 12 gullvelun, 1 silfurvelun og ferð bronsvelun á Ólympíu heims og Evrópumeistaramótum. Og með 14,4 inn. Það dugur honum í fyrsta, annað, þriðja sæti eftir hvað hann gerir erfitt. Þeir eru tveir með 14,4. Avestian og Saika og Tulloch er síðan 14,366. Petronis inn í öðru sætinu og gerði æfingu upp á 5,6. Byrjar þetta mjög vel í stuðningsvog. Ívi sig svo aftur upp í flugvél. Það er nú mátt stoppa örlítið lengur þarna. Viljum þetta sé alveg pottþéttlega 2 sekúndur. Það tekst í seinni flugvélinni. Öruggur í sinni hans stöðu. Stuðum svo hér, stoppar alveg. Staðan. Og bara afstökkið eftir. Hann ákveður að gera það með beinum líkama. Erfiðast afstökkið sem fengið að sjá. Tvöld með beinum líkama og tvöfaldri skrúu. Það er ekki að pinnegla það. En við vorum ofta að tala um það hérna áður að afstökkið var, hann gerði það alltaf samanbogið og svo opið. Það er spurning. Og vorum alltaf að hugsa okkur, hann gerði þetta ekki bara með beinum líkama. Hann hefur líklega heyrt í okkur. Gerir þetta hérna örugglega með beinum líkama. Kínlítið hopp. Þar 14,4. 5,6 pluss 8,8 eru 14,4. Það myndi ekki nægja honum í fyrsta sætið. Það er 5,6, já 5,6, 8,8. Af því að Artur Evetian gerði þetta frá 5,4. Þetta var 8. gullvelun Petronias á Evrópumóti. 9. meira að segja. Vann 15, 16, 17, 18, 21, 22, 24, 25.
brons 2011 og 2023. Keppti ekki 2020 í COVID-faraldrinum. Gífurlega spennandi hvort að hann nær eða hvort að Artur Avicii fái sín fyrstu gullverðlaun. Hvað segja dómararnir? 14-3, 6-6, þriðja sætið. Og Tulloch var með 5-7. Armenarnir aftur með verðlaun, fá hér ein verðlaun. Tulloch með sömu einkunn en þarf að láta sér fjórða sætið nægja. Bretarnir eru í einhverjum fjórða sætis stuði á þessu móti. Þessu mótum konurnar voru með fjórðu sæti. Nú er Tulloch komin hér með fjórða, fengu verðlaun á gólfinu. Ein bronsverðlaun. Pínu svekkjandi fyrir. Það var erfitt að vera í fjórða sæti. Artur Avicii með gull í fyrsta sinn. Á stórmóti. Oft verið með. Long time listener, first time caller eins og við segjum stundum. 28 ára gamall. Sigraði á heimsleikum stúdenta 2019 á hringjónum. Brons í fyrra, gull í dag. Þannig að sjá þetta er mjög þétt á öllum fyrir utan Harry Hepworth sem mistókst. Sjáum Artur Avicii með 14-4 eins og Ilja Zajka. Svo komaði jafnir líka Elefthinios Petronius og Courtney Tulloch og það er þá einhvern sem gildir. Svo kemur Vahan Davtyan með 14 slétta eins og Nikita Simonov. Artur Sakyan frá Þýskalandi í 7. sæti og Harry Hepworth í því 8. Þannig sjáum við Petronius kannski verið tvisvar sinnum með brons á Ólympíuleikum og tvisvar á tvisvar á Evrópumóti og tvisvar á Ólympíuleikum. Þrefaldur gullverðlaunahafi á heimsmeistaramóti. Þetta er ótrúleg saga. Og bætir hérna einum bronsverðlaunum bara við. Erfiðast afstökkið en örlítið hopp sem hann fær. Vel við una. Seinni hluti ferilsins er 35 ára. Hérna sjáum við þá Ruslan Zajka sem gerði nú bestu handstöðukrossana í dag. Þarf að fara heim og æfa aðeins handstöðurnar sem er nú kannski það sem maður lærir fyrst af þessum æfingum. Örlítið óöruggur í þeim en flestir þessara kraftahluta voru ótrúlega vel gerðir. Nákvæmur í sinni vinnu í kraftaæfingunum. Aðeins, hann er ekki rétt úr öxlunum. Þetta fína afstökt og með fínlítið hopp. Ef og hefði, hann þarf að negla þetta í svona harðri keppni. Og sá sem var bestur í dag, Artur Avicii. Avicii heitir hann, ég er alltaf að rugla þeim saman, Armenunum. Davtyan verður að sjálfsögðu með okkur á stökkinu á morgun. Sáum hann í stúkunni áðan. Hann má vel við una komin hér með gullverðlaun. Við höfum kannski frekar búist við því að fá gull á boganum hjá ungu mönnunum. Þá kemur hann þeim til bjargar og fær sér hér gull. Það er hér sem hann stimplar það inn með þessari frábæru lendingu.
þurfa þá að fara að æfa fleiri áhöld og við förum þá í verðlaunaafhendinguna fyrir hringina, fyrir sterku strákana. Þetta var ótrúlega hörð keppni. Armenar hafa verið svo lengi með okkur í þessum úrslitum á hringjum án þess að komast á efsta stigi, þannig að við samgleðjumst þeim að sjálfsögðu. Verðlaunin koma sterkir til baka sem VFG 2, World Gymnastics 2 og svo fáum við þriðja sætið er Petronias frá Grikklandi. Þeir eru komnir í galan, sjáum við Tom Tingvold, hinn norska í miðjunni. Lengi verið dómari með okkur. Komin í tækninefnd kalla. Hérna sjáum við það á 3 sem fá sér verðlaun. Minnum útsendinguna á morgun. Hér á RÚV. Við að vera með ykkur klukkan 2:30 með seinni 3 áhöldin. Stökk yfir hest, tvíslá og svifrá. Og svo endum við rétt fyrir hádegi á sunnudaginn 11:55 með úrslit í liðakeppni þar sem að Rússar ætla að reyna að fylgja konunum sínum eftir og fá sér gullverðlaun. Ilja Zajka, rússneski meistarinn, er hér með silfurið á hringjónum. Gullverðlaun Armenar ætla að halda mótið eftir ár. Þessi við loksins verið að byggja nýtt fimmleikhús þar. Það var orðið ansi lúið. Gaman að til vídeo af þessu fimmleikhúsi á YouTube þar sem að maður skil nú ekki hvernig þakið helst uppi. En þeir geta æft þrátt fyrir aðstöðuna og að veitir síðan Artur vinnur hér gullverðlaun á hringjónum sínu upp á hals áhaldi. Og með þessum myndum frá verðlaunaafhendingu og þjóðsöng Armena þakkar Guðmundur Þór Brynjólfsson kærlega fyrir samfylgdina í dag. Við sjáumst á morgun klukkan 2:30. Verið sæl. Slijedi himna Armenije. Please stand if you are able for the national anthem of Armenia.